Komið sælir og blessaðir, kæru hrútar. Spilin ykkar er komin á borðið og við ætlum aðeins að kíkja á ykkur svona í byrjun ársins. Tökum hérna nokkra stafi, svipaðan hátt og við gerðum síðast. Við sjáum á eftir hvort að komi eitthvað út úr því, einhver skilaboð eða eitthvað sem að segir ykkur eitthvað. En ég vona að nýja árið hafi byrjað vel fyrir ykkur og að orkan sé að nýtast ykkur vel sem er í gangi. Svona, kíkjum betur á þetta aftur. Allavega, það sem kemur hérna til ykkar er það að þið þurfið að spyrja sjálf ykkur, kæri hrútar, hvort það sé komið að því að einfalda lífið ykkar. Manneskjan hérna á myndinni er að sópa eða hreinsa til. Þetta gæti átt við bara veraldlega hreingerningu. Það er að segja að þið þurfið að fara að losa ykkur við eitthvað gamalt eða ónýtt dót og drasl. Hluti sem að nýtast ykkur ekki lengur og taka bara pláss í líf ykkar. Það getur verið íbúðin ykkar eða á vinnustaðnum eða einhver stað þar sem að þið gætu gert miklu betra rými, þar sem ykkur myndi líða betur ef þið myndu útbúa pláss fyrir ykkur. Það sem er hérna er, þið þurfum að spyrja sjálf ykkur að því, kæru hrútar, hvað get ég hreinsað út úr lífi mínu sem að mun styrkja mig og fylla líf mitt af einhverju góðu í staðinn? Hvað er það? Er það hlutir? Er það hugsanir? Er það bara svona þessi óræða orka sem hefur verið við vald hingað til? Og hvað er það sem stoppar mig í því að einfalda líf mitt eða hreinsa út úr lífi mínu þar sem ég þarf? Hvað kemur í veg fyrir það? Ef að það er eitthvað, ef ég finnst eitthvað koma í veg fyrir það eða stoppa það. Og hvað mun síðan gerast, hver verður útkoman ef mér tekst að vinna þetta vel? Það er að segja, hreinsa út úr lífi mínu gamalt og opna fyrir nýtt eða búa bara til meira rými. Það þarf ekki alltaf að fylla nýja rýmið af einhverju í staðinn, bara leyfa rýminu að vera eins og það er. Að einfalda líf sitt getur líka falist í því að fara fyrir að sofa, vinna minna, horfa minna á sjónvarp, hvað get ég sagt, hafa færri áhugamál eða færri viðfangsefni sem að toga og teygja orkuna þína í allar áttir. Stór þáttur í að einfalda líf sitt getur verið að stíga út úr samböndum sem að hafa bara slæm áhrif á þig, kæri hrútur. Losa þig við sambands- eða tilfinningatengingar hvers konar, hvort sem það er fjölskylda, vinir, kunningjar, vinnufélagar sem að gera ekkert annað en að draga úr því mátt. Og ég veit að það er kannski svolítið stórt sagt, en stundum er það bara nauðsynlegt. Það er bara stundum nauðsynlegt að draga sig út úr erfiðum, neikvæðum samskiptum og drama og reyna bara að snúa sig frekar að því að byggja sjálfan sig upp. Fyrir suma getur það að einfalda líf sitt verið að flytja á annan stað sem hentar þeim betur. Nú eða bara fá sér
minni íbúð, minna hús. Það getur líka verið mikil einföldun og getur orðið til þess að þú ráði mun betur við aðstæður og getur gefið þér sjálfum meiri tíma í staðinn fyrir að vera alltaf að hugsa húsnæðið. Og svo bara læt ég ykkur það, kæru hrútar, að ráða í þetta sjálfir. Það auðvitað bara persónulegt fyrir hvern og einn. Hvaða flækjustigi viðkomandi lifir. Hvernig hann getur einfalda líf sitt. Ég fæ hérna fyrir einhverja, kannski eru þeir með 2 eða 2 í takinu. Það er dálítið hátt flækjustig. Selða ekki dýrar en ég keypti það. En til þess að hlutirnir gangi upp og verði betri í lífinu, þá þarftu stundum að taka áhættu. Og hér er verið að tala það að þú þarf stundum bara að dempa þér í hlutina þó þeir sé ekki alveg 100% öruggir. Og það getur verið til dæmis að þú sér taka áhættu með því að losa þig við eitthvað. En það er þá væntanlega bara áhætta sem á eftir að margborga sig. Þú þarft ef til vill að taka áhættu, vega og meta hvað er þess virði að gera og hver er ávinningurinn. Er ávinningurinn meiri heldur en það sem þú hefur akkurat núna? Vegna þess að með þessum breytingum sem við verðum að mæla með hérna fyrir þig, á eftir að koma inn svo mikil fegurð bara. Það er eins og þú eigir eftir að taka betur eftir hlutum, þú opnir meira á þið fallega í kringum þig. Oft er mesta fegurðin fólkin í litlu hlutunum sem að við tökum sem gefnu á hverjum einasta degi. En hér er verið að tala að að allt í kringum þig eru lítil kraftaverk, lítil svona falleg moment sem að þú hefur kannski bara ekki gefið þér tíma til að sjá eða finna fyrir vegna þess að þú ert búin að vera mjög upptekinn af þessu flókna lífi eða mjög upptekinn af því að einhvern veginn þú ert búin að vera með marga enda, skulum við segja. Og ert búin að vera mjög upptekinn af því að sinna mörgu. Þannig að það bara að gefa því rými í einfaldleikanum og slaka á og njóta þess fallega í lífinu. Það er ávinningur sem á eftir að koma til þín í kjölfarið á þessum breytingum, þessum einfaldleika. Og síðan eru hérna skilaboð til þín frá úr spilum sem að heita Uppljómaðir meistarar. Og það er líka verið að tala hér hreinsun sem að fellur svolítið vel saman við þetta fyrsta sem við töluðum Ef til vill þarftu líka að hreinsa til í huganum eða sálinni og þetta getur líka verið líkamleg hreinsun. Að taka til í heilsunni sinni, það getur verið ákveðin leið til að einfalda lífið sitt og láta sér líða betur. Og líka bara það að hreinsa til eins og í kringum sig og njóta þess litla og fallega í lífinu, það er hreinsun í sjálfum sér. Nú finnst mér ég búin að vera að tala í hring með það, jæja. Og líka það að taka ekki þátt í hegðun
sem að skilar þér engu nema neikvæðri orku. Það er að segja að fókusera á jákvæða gjörningar, skulum við segja, í lífinu. Ok, kæru hrútar, ef ég þekki ykkur rétt, þá eigið þið eftir bara að demba ykkur í þetta af krafti, því sem að taki þetta til ykkar. Svo er það stafirnir ykkar. Er eitthvað hérna sem að kallar á ykkur, sem að þið hafi verið að spá og spekulera í, eða sjáu þið þarna einhverja stafi sem að segja ykkur eitthvað? Þetta með stafina, þetta er nú bara svona meira til gamans gert og bara til að aðeins að sjá hvort það sé eitthvað sem að kalla fram einhverja myndir í huganum á ykkur þegar þið sjáu þetta. Það geta verið hérna uppástafir á fólki líka. Úps. Já. Þið getur spáð í þetta bara sjálfir, kæri hrútar. Og hér eru 2H. Heyriði, ég óska ykkur allsins besta með þetta. Þetta er bara góð byrjun á nýju ári að einfalda lífið og taka þess til. Það er hérna ekkert nema jákvætt við það. Ljós og kærleikur.